návist þín þrá mín. Ég bið við fætur þér. Ég bið krjúpa við hér. Í þinni návist einskis ég bið. Jesús, ég þarf aðeins þig. Verkin mín þola bið, komin að hitta þig. Verkin mín þola bið, þín návist þín þrá mín. Ég bið við fætur hér. Ég bið krjúpa við hér. Í þinni návist einskis ég bið. Jesús, ég þarf aðeins þig. Þín ég þarfnast mest. Þín návist þín best. 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 Við fætur þér. Ég bið krjúpa við hér. Í þinni návist einskis ég bið. Jesús, ég þarf aðeins þig. Ég bið við fætur þér. Ég bið krjúpa við hér. Í þinni návist einskis ég bið. Jesús, ég þarf aðeins þig. Ég þarf aðeins þig. Ég þarf aðeins þig. Ég bið við fætur þér. Syngjum þetta saman. Ég bið krjúpa við hér. Í þinni návist einskis ég bið. Jesús, ég þarf aðeins þig. Syngjum þetta einu sinni enn. Ég bið. Ég bið við fætur þér. Ég bið krjúpa við hér. Í þinni návist einskis ég bið. Jesús, ég þarf aðeins þig. Ég þarf aðeins þig. Ég þarf aðeins þig. Amen. Það var Snorra að tala til okkar.
Já, góðan dag, kæru vinir. Náð drottins Jesú Krist, kærleiki Guðs og samfélag heilags anda verið með ykkur öllum. Þetta svona venjulegar kveðjur sem við flytjum ykkur og þeir eru kallað postulegar. Þessi postulega kveðja er komin til vegna þess að við erum auðvitað með postula þjónustu, við erum að flytja ykkur sama orð og postularnir gerðu. Grunnurinn að ræðu minni í dag verður Hebreabréfið 3. kafli. Og það byrjað á að tala við okkur þennan 3. kafla Móse og Jesú. Og ef ég bara fer í fyrstu 2 versin þá segir hann: bræður heilagir, þér eru hluttakar himneskrar köllunar, gefið því gætur að Jesú postula og æðstapresti játningar vorrar. Og mér finnst þetta frábært að segja, gefið því gætur að Jesú. Svoleiðis að söfnuðurinn, þú og ég, við höfum þetta sjónamið. Hvernig fer Jesús að? Hvernig myndi hann gera? Hvað myndi hann segja? Gefið því gætur að Jesú. Og það er ekkert endilega verið að útiloka alla hina. Við erum ekkert að segja það að þú þurfi ekkert að hlusta á hina. En horfðu á Jesú, berðu saman hvað þetta er merkilegt með Jesúm Krist. Og ég veit það að því ég hef lesið mig svona til það. Flest öll trúarbrögð í heiminum, þau telja sig eiga hlutdeild í Jesú. Þau eru með kenningar og skoðanir og álit og siði og segja, já, þetta er eins og Jesús er á meðal okkar. Þarna eigum við Jesú á meðal okkar. Og það er eins og buddhistar og muslimar og þar er Jesú spámaður. Það vilja allir eiga eitthvað hlut í Jesú Kristi. En við kristnir, við erum með Jesú miklu framar. Við erum með hann bara sem augnamið. Þú horfir á hann. Gefið gætur að Jesú, postula og æðstapresti játningar vorrar. Og svo komum við að versinu sem er vers 6. En Kristur eins og sonur yfir húsi hans og hans hús eru vér. Þetta er svolítið merkilegt. Hans hús eru vér ef við höldum djörfunginni og voninni sem við miklum stað. Og mér finnst þetta svolítið merkilegt. Við kannski höfum hugmyndum að við erum hús Guðs og söfnurinn hús Guðs og allt þetta. En það er svolítið athyglisverður punktur sem að Hebreabréfið kemur með. Hans hús erum vér ef. Það er ákveðið skilyrði sem fylgir með. Ef við höldum djörfunginni og voninni. Og það er hluti af því sem að kristnir menn hafa alltaf þurft á að halda. Því að kristnin hefur ekkert alltaf verið í svona hávegum höfð og ekkert alltaf verið vinsæl og það hefur meiri hluti mannkyns sögunar hefur verið þannig að kristnir menn hafa þurft að líða og þola, þreyja og jafnvel deyja fyrir sína trú. Og þó er þetta trúin sem kemur fram í Morgunblaðinu í gær. Hún Bergþóra skrifaði aðeins eina grein hvort að kirkjan er virkilega að falla og að hrynja vegna þess að þið þorir ekki að standa við það að krossin sé aðaltáknið bæði dauða og upprisu. Og mennum finnst vera mjög sníðugt að breyta tákni á kirkjugörðunum, taka krossin í burtu. Þá er þetta að grafa muslima og hindúa og buddhista og allt það sko. Það er þetta að grafa alla í mold. Það er ekkert vandamálið. En það þarf að vera að kristin kirkja og kristin trú á Íslandi, hún þarf að standa vörð það að við séum hús drottins. Og þegar við erum hús drottins, þá missum við ekki djörfungina. Það er það sem er á bak við það þegar við erum að skipta merki á kirkjugörðunum fyrir að lúffa, fyrir að tapa, fyrir að missa djörfungina. Og leiðum missa djörfungina, þá er vonin sem er á bak við predikun krossins. Hvað krossin þýðir? Hugsið ykkur þetta tákn tortímingu og eyðingu. Þetta er alveg furðulegt að menn skyldu hafa komist upp með það að krossfesta menn og láta það deyja þannig. Þetta var mesta þjáning og mesta niðurlæging sem að þú gat sýnt andstæðing þínum, það var að krossfesta. En hvað gerði Jesús? Hann gekk þessa leið niðurlægingarinnar. Hann dó eins og þræll.
en hann bara reis upp frá dauðum. Hann steig upp til himna. Þannig að krossin, hann táknar þá líka, við fórum í gegnum dauðan og við rísum upp. Það er vonin sem þarna er á bakvið. Og það er svo stórmerkileg saga þegar Páll postuli fer til Neró keisara. Það var sagnfræðingur sem skrifaði þetta. Hann sagði frá því að líklega þá má lesa ræðuna sem Páll flutti fyrir Agrippa konungi og segja Páll talaði eins við Neró. Af því Páll var að flytja sama orðið. Og það var eitthvað sem gerðist þegar Páll flutti keisaranum þetta orð, að maðurinn sem dó sem þræll. Hann sigraði dauðan og reis upp frá dauðum. Hver gat boðið annað eins? Og ekki bara það. Hann steig upp til himna og hann fór héðan í líkama sínum og til himna. Og þetta var akkurat draumur rómverskra keisara að verða einn af þessum stóru og miklu og verða hrifin upp og geta stigið frá jarðlífinu og í líkamanum til himins. Þetta var táknið, þetta var það sem þið vildu. En sjáðu hvað ég er með hérna. Ég ætla aðeins að fá sýningu með hús drottins og djörfungina. Ef þið bakkið aðeins með glæruna, þá ætla ég að fá að taka þetta með ykkur, sko. Ef við höldum djörfunginni og voninni. Og mér finnst það alveg rosalega merkilegt að við skulum hafa þetta orð í Hebreabréfinu með djörfungina. Djörfungin, hún er bara ekkert endilega sjálfgefin. Þú ert ekkert endilega með hús, safnaðarhús fullt af djörfu fólki. Það er gríðarlega mikið það á meðal okkar að við viljum helst ekki styggja neitt. Við viljum ekki segja, ef þú gerir þetta, það er allir upp á móti þér. Hvað eigum við að gera? Það er ekki hægt að hleypa honum að, því það verður bara allt vitlaust þegar hann talar. Kannist þið við þetta? Við erum nefnilega svona. Hvað segir fólk núna? Einn sagði við mig í suður í Vestmannaeyjum, ég kveið alltaf fyrir 50 dögunum þegar fréttir kom út í Vestmannaeyjum. Ég var svo hrædd að það kæmi grein eftir þig, þá þyrfti ég að standa skil á greininni á vinnustaðnum. Því að maður hnekslaði fólk með því að skrifa það sem Biblían sagði. Það bara þoldi það ekki. Svo ég sagði, þú mátt nú þakka Guði fyrir að ég leiddi þig allavega fram til þess að gæti staðið með fagnaðarerindinu á vinnustað þínum, loksins þegar eitthvað gerist. Því að okkur hætti til. Bara það sami veikleiki hjá mér og þér. Við viljum vera hæfisk og róleg og hóvær og ekki segja mikið. Það bara, svo helst bara koma þessu þannig að þetta verður svona eintal. Pabbi og Einar voru einu sinni á ferð með strandferðaskipinu Heklu og þeir hitta þarna mann sem hét Guðmundur, trúbróðir í Fíladelfíu. Nei, komið í sælir bræður, segir Guðmundur. Nú ætlum ég bjóða ykkur hérna inn í messa og við fáum ykkur kaffi saman, segir hann. Það er allt fullt inn í messa, held ég að pabbi hafi sagt við hann. Já, ég skal ríma til, segir kallinn. Hann kom með Nýja testamentið í hendi og lyftið upp og segir, lofaðu sé drottinn Jesús Kristus. Og það skipti ekki tógum, það bara ruddist út fólk. Sjáðu bræður, það er fullt af sætum núna. Svo þeir fengu bara mjög gott sæti og næði til að tala. Hann vissi hvað þurfti, leið og hann fletti Biblíunni og lyftinu upp, þá flúði fólk. Hvað hafði það mótið Biblíunni? Það vildi ekki trúar umræður, en hans hús erum við ef við höldum djörfunginni og voninni. Og ég man þegar pabbi minn var að segja þessa sögu, þá var þetta svo algengt að þeir tengdi þetta alltaf við djörfungina. Vitna djörfung, trúa með djörfung, vera með krafti og vita það að djörfungin, hún er frá Guði komin. Og ef við gefum gætur að Jesú Kristi, þá var hann einmitt svona. Hann var djarfur til að tala. Þeir sögðu bara hiklust við hann, samtíminn talaði það að hann væri sannorður og hann hirti ekki álit nokkurs manns. Er þetta ekki bara ágætis veganesti?
bara ef við segjum amen núna eftir efninu þá ertu búin að fá allavega efni til að hugsa næstu viku. Hann hirti ekki álit nokkurs manns. Voru menn alltaf með rétta álitið. Þið veitir, samtíminn okkar, hann ekkert með rétta álitið, eigum við að óttast hann. Og ég ætla að fá að segja ykkur núna, framhald þessara glæru sem við erum með, það svolítið athyglisvert, ef við erum hús Drottins, hvað þýðir það? Að vera bústaður. Ég hef fengið viðurnefni Snorri í Betel og mér finnst það bara ljómandi gott. Vegna þess að Betel, það hús Guðs. Þetta hebreska. Og mér finnst það mjög gott að við getum haft Snorri í Betel. Og þegar við tölum við gyðinga Betel, að þá skilja þeir alveg hiklaust að þetta hús Drottins og hans hús erum við. Hvernig líst ykkur á? Og þegar hann gerir okkur að sínu húsi, þá vitið að Páll postuli segir við okkur í Kórinthubréfinu, þá talar það að við erum musteri heilags anda. Hvorki meira né minna. Hvar á heilagur andi heima? Hann býr ekki í fjöllum. Hann ekki í líkneskjum. Hann býr hið innra með okkur. Hvaða áhrif hefur heilagur andi á okkur? Það hlýtur að fylgja honum einhver áhrif. Það hlýtur að hafa einhver áhrif á okkur ef heilagur andi býr. Og andi Drottins andi djörfungar. Og nú stöndum við Hrefna-Brynja frammi fyrir því að það eru alls konar vandamál að banka á dyrnar hjá okkur. Hún komið krabbamein, hún var skorin núna þegar kotmótið var, móðurlífið tekið í burtu og svo þarf hann að fara í lyfjameðferð. Bjart framundan? Erum við að horfa bara fram á dauðan eða hvað erum við að horfa fram á? Hvað eigum við að gera? Hvernig eigum við að bregðast við? Á ég að vera bara í ótta og kvíða og segja, ó Guð, þarf það endilega að koma fyrir mig? Getur ekki farið bara eitthvað annað með þetta? Nei, þá kemur að því. Hvernig horfi ég á samfélag mitt við lifanda Guð? Hrefna var í skoðun daginn og læknir var að skoða hana og það kemur eitthvað upp þetta, já þetta nú mjög aggressív og það verður örugglega eitthvað langvinn, þú verður í lyfjameðferð fram að jólum. Já, sko, bara hvort ég lifið að degi þá ég Drottins, segir hún. Það var ekki rætt meir það. Býr þetta í okkur? Hvort ég lifið að degi þá ég Drottins. Hvar erum við með okkar trú, hvar hús Guðs? Og hús Guðs hefur einmitt þessi húsgögn, þessar möblur. Hvort ég lifi eða dey, þá ég Drottins. Það nánast eitt örugt í lífinu hjá þér. Þú þarft að borga skatta og þú deyrð. Þannig að það ekki bjart framundan nema þú horfir fram yfir dauðan. Hvað gerði ekki Jesús Kristi fyrir þig á krossinu? Hann fór í burt að búa okkur stað og þegar hann búinn að búa okkur stað, þá kemur hann og tekur okkur til sín svo við séum það sem hann Sjáum við trúna virka þannig hjá okkur. Hvort við lifum eða deyjum, þá erum við Drottins. Það djörfung til þess að játa þetta. Og þetta þarf að komast inn til okkar. Og mér finnst svo vænt þegar við innmitt fer með ykkur inn í þetta orð í Hebreabréfinu, og þá ég fá akkurat að taka fyrir þetta líka, djörfungina, í Hebreabréfi 3:6. Það orðið parísia, frjáls, óttalaus. Þetta tekið frá Strong, það orðabók, frjáls og óttalaus. Það djörfungin. Engin ótti. Enda segir Biblían að hann gefur okkur anda, máttar, kærleiks og stillingar. Engin ótti. Hvernig að gefa Íslendingum þennan vonaríka boðskap? Eigum að þegja yfir honum? Eigum að hugsa, já, ég vil nú ekki vera að styggja fólki með minni trú. Jú, gerum það. Styggjum fólkið. Veitum því aðgang á vonaríkri framtíð. Komum með þennan vonaríka boðskap. Því að Biblían, hún full af sögum fólk sem var í mjög miklu vandræðum.
Við þurfum ekki að fara nema bara að Móse. Þegar 2 milljónir manna voru búin að vera þjáð í þrælahaldi í yfir 400 ár og það var engin von. Engin von. Hver lyfti þeim út úr vandræðunum? Hver bjargaði þeim? Og þá sjáu þið að það var Guð sem sendi Móse sem bjargaði 2 milljónum manna út úr Egyptalandi. Það er ennþá verið að prédika þessa sögu. Þegar ástandi var vonlaust, þá kom Guð vonarinnar inn. Megum við ekki láta Íslendinga vita að þegar erfiðleika steðja að okkar landi, þá þarf kannski nýtt hugafar á meðal okkar. Og ég segi líka að það er alveg komin tími til að við sem kristnir einstaklingar, við látum til dæmis þjóðkirkjuna vita að ef hún fer öllu lengra út af þessu orði, þá er hún búin að vera. Amen. Það gerðist upp á 1920 þegar hvítasunnumenn fóru að predika hér í Vestmannaeyjum og hreyfingi fóru að breiðast yfir landið. Það var prestur sem sagði við mig 1975. Hann sagði, Snorri, þú voru að gera grein fyrir því að það voru hvítasunnumenn sem björguðu kristninni á Íslandi. Það var prestur á Vopnafirði. Já, ég hef bara ekkert hugsað út í það, sagði ég. Hún var svo undirlögð af spiritisma. Við vorum að tapa kristnu trúnni, sagði hann. Svo komu hvítasunnumenn og þá var bara lyft upp Biblíunni og sagt, Biblían segir, orði segir, við urðum allir að beygja okkur fyrir því hvað Biblían sagði. Þetta bjargaði kristninni, allavega upp úr 1930. Megum við halda áfram núna? Er komin tími til hjá okkur að við lesum í kringumstæður og sjáum hvað er að gerast hjá okkur og takið eftir vonin, tilhlökkunin, þetta er svolítið merkilegt, þegar kemur á voninni. Ég hef verið á sjó og það var alveg merkilegt þegar við fórum að stemdum í land, sérstaklega þegar við vorum í Norðursjó 1972. Það var þvílík gleði borð þegar mannskapari vissi það að nú væri úthaldi búið og við vorum að fara heim. Það var sko bara allir ánægðir og glaðir og það var allir þessir og þeir fóru að þvoa þvottana sína og fötin sína og á leiðinni frá Danmörku og til Íslands. Það var bara tilhlökkun. Það svaf enginn síðustu nóttina. Við vorum allir konum í brú og svo þegar eyjarnar birtust svona við sjóðum þetta hring, þá sögðu þeir, já, þvílíkur munur að sjá eyjarnar birtast. Tilhlökkunin, það er vonin. Það er þessi von sem við erum að tala um. Hlakkar þú til jólanna? Já, það er þessi von, þið vitið. Þegar við erum komin í þann farveg. Ég hlakka til að vera með Kristi alla tíma. Ég hlakka til þegar hönd Drottins er með mér í verki, þegar krabbameinið er að banka upp á. Megum við segja þetta? Erum við kannski allt of frek á Guð? Nei, ég held að Guð þrái að gera sér dýrlegan á meðal okkar. Og hann lætur engan verða til skammar sem vonar á hann. Engan. Megum við segja amen við því. Og ég ætla að segja ykkur líka sem er svolítið merkilegt. Það er eins og heilagur andi segir, ef þér heyrir röst hans í dag, þá forheyrið ekki hjörtu yðar eins og í uppreisninni, á degi freistingarinnar, á eyðimörkinni, þar sem feður yðar freistuðu mín og reyndu mig, þótt þeir fengju að sjá verkin mín í 40 ár. Þess vegna var ég gramur kynslóð þessari og sagði án afláts villast þeir í hjörtu sínum. Hver segir þetta? Ég tek þetta orð úr Hebreabréfinu. Þetta er vers 9 og 10 í Hebreabréfinu 3. Og þá sjáum við hvað Guð, hann er gramur í 40 ár. Er það virkilega þannig að Guð lítur á okkar land með augum gremjunar? Af því við sem erum og syngjum og Guð vors lands og lands vors Guð, hvar er hugur okkar og hjarta? Erum við virkilega komin þangað að okkur er nákvæmlega sama hvað Guð segir? Jafnvel, við vitum ekki lengur hvað Guð segir. Það er ekki lengur predika það orð að Guð tali og Guð hafi meiningu og merkingu og við þurfum að vita hvað Guð er að segja. Nú er þetta sýningur eitt sem er bara okkar daglega brauð. Pólitíkin á Íslandi, hún er komin að þann farveg að hún ætlar að bjarga öllum málum
með einhverjum pólitískum stefnum. Og ég með grein hérna sem hún birti hún Bjartey Olsen, verndum líffræðilegan fjölbreytileika. Og þetta eitt af því sem einkenni á pólitíkin í dag, það á að vernda andrúmsloftið, það á að vernda fiskimiðin, það á að vernda landbúnaðinn, það þarf að moka ofan í skurði og láta mýrarnar aftur verða til og svo framvegis. Kannastu við þetta? Þetta bara hugmyndafræði sem pólitíkin búin að taka inn og hún að bjóða þér og mér í nafni óttans. Af hverju þarf að vernda fiskistofnana? Þeir að vera búnir? Við höfum getað fiskað og notað fiskistofnana alveg frá því að Ísland byggðist. Stundum meira, stundum minna. Hvað í gangi þegar þarf að vernda fiskistofnana? Og mér finnst svolítið merkilegt að þegar við áttum okkur á þessu, þá segir Biblían, og þetta einn af fyrstu sáttmálunum sem að Guð gefur í orði sínu. Þetta sáttmálinn sem kom með regnbogann yfir sig. Þetta sáttmálinn frá dögum Nóa. Allt sem hræðist og lifir skal vera yður til fæðslu. Hvernig líst ykkur á? Líka svín, líka humar, rækja. Sumir þau borða ekki þetta og borða ekki hitt vegna þess að þeim finnst þetta að vera ætur og svo framvegis. Og menn eru afskaplega matvandir, en Guð segir bara, borðiði allt. Þetta allt ykkur til fæðu. Þess vegna borða ég lifrapilsu, ég borða svíni þess vegna, ég borða villibráð, þú veist, ég borða þetta allt. Við bara blöndum saman. Og þetta vegna þess að sáttmálinn einmitt á frá dögum Nóa segir, ég gefi yður það allt eins og grænu jurtirnar, aðeins holdið sem sálin, það blóðið í, skulu þér ekki eta. Það eina sem við áttum ekki að borða, það blóðið. Blóðgadýrið, láta blóðið renna, Guð á það. Því að sálin hún þar og skýringin kemur þannig, þetta sálin, þetta lífið, það í blóðinu. Og við eigum bara ekkert að vera endilega borða lífið eða borða blóðið. Þetta eina atriðið sem Biblían bannar okkur að borða og matarkyns. Þetta svolítið merkilegt. Þess vegna borða ég ekki blóðmör. Ég tek ekki blóðið og bý til mat úr því. Ég bara hellir niður bara vegna þess sem Biblían segir. Það getur vel verið að þið getið sagt við mig, já, blóðmör bara mjög góð og ég ekkert að þræta neitt það, en þetta bara hluti af því að taka mark á Guðs orði, halda í djörfungina. Svo kemur þarna, að hverju koma reglur fram í dag að við megum ekki fiska. Verið að útrýma fiskistofnunum? Hver tapar á því að það megi ekki fiska? Og þegar Bjartey Olsen skrifar þessa grein, þá voru 2000 tonn eftir fyrir strandveiði bátana. Þá allir strandveiði bátarnir á Austfjörðum og Norðausturlandi, þeir áttu eftir að fá sitt tækifæri til að fara á sjó, fiska og ná fiskunum. Skiptir engu máli að hafa byggðirnar í landinu í lagi. Skiptir engu máli að við höfum Austfjörðina byggða. Skiptir engu máli að það hafa mannabyggðir á Norðausturlandi. Ef þið farið í ferð á Íslandi, farið ekki yfirleitt frá byggð til byggðar, frá firði til fjarðar. Ekki að heimsækja fólkið og horfa upp á og sjá ekki menn það að það er gaman að heimsækja þessar litlu byggðir, það sem mannlíf, það sem þetta stjórna öllu og hafa allt í gangi. Þetta hluti af því sem að stjórnmálamenn þurfa að læra. Guð búinn að gefa okkur náttúruna svo hún verði okkur undirgefin. Við megum nýta hana. Það algjörlega óvitulegt, svo ég noti ekki sterkara orð, að nýta ekki náttúruna. Við eigum að nýta hana. Af hverju má ekki veiða hvali? Eru þeir meira virði heldur litlu börnin? Það engar konur sem fara upp í mastur og skipi og hlekkja sig þar til þess að stoppa fóstureyðingar á Íslandi. Engar konur. En það gerir þetta fyrir hvalina.
Af hverju þetta? Hvaða skekkja er komin inn í hugmyndaheimin okkar? Og má ég benda ykkur líka á, ég ætla aðeins að fá að segja ykkur, með óttapólitíkina, ég fekk bændablaði bara núna daginn, ég kíki mjög oft á það, þið sjáu þessa glæru. Hvað er í bændablaðinu sem að vekur athygli mína svo ég fer að tala um þetta í predikun í Keflavík? Það er ekkert annað heldur en óttinn við hamfara hlýnun. Við erum að heyra það að það er komið svo skelfilegt ástand í andrúmsloftinu að við þurfum helst að stoppa alla díselbíla og alla bensínbíla. Og við megum ekki brenna á kolum og olíu og það má bara helst ekki brenna neitt því að andrúmsloftið er að hlýna svo mikið að við erum að eyðileggja alltaf jöklarnir að hverfa. Og við heyrum þennan klíða, það er alltaf verið að ýta þessu að okkur, þetta er allt að fara norður og niður. En svo kemur í bændablaðinu óeðlileg einokun á koltvísýringsmarkaði. Aha, þetta vakti athygli mína. Það er rekið stjórnmálastefna á Íslandi og víðar að vegna olíu og bensínbruna þá hefur aukið magn koldíoxíðs í andrúmsloftinu valdið súrnun sjávar, hlýnun sjávar, hlýnun andrúmsloftsins og bráðnun jökla. Eyðileggjandi áhrif á náttúruna. Og ætlarðu virkilega að keyra heim á þínu dísilbíl? Ætlarðu virkilega að setja vélinn í gang? Og við erum bara, stöndum frammi fyrir því, að það er verið að reyna að ýta við okkur að við hættum að nota nema rafmagn. Bara rafmagn. En svo er framhaldið af þessari grein, það er mjög athyglisvert. Það er þetta þegar loftslagspáfar vilja ekki hlusta á vísindin. Og það er svolítið athyglisverður þáttur. Hann er hiklaust að benda á það að þessi trúarbrögð sem eru komin inn í pólitík öll Vesturlönd, þetta er alveg gjörsamlega ómöguleg pólitík. Nú er það svo hér, og þetta er allt að kenna ykkur hér á Suðurnesjum. Þið eru búin að eyðileggja loftslags áhrif og loftslags árangurinn bara með þessum eldgosum við Grindavík. Það kemur meiri útblástur á einum degi heldur en öll umferðin í Evrópu eyðir. Og þetta er ykkur að kenna. Þið þurfa að borga það ekki. En hvað gerir náttúran? Við sjáum þetta koma og við sjáum þetta hverfa. Og sjáum hvað þetta er athyglisvert. Þessi gróðurhúsabændur sem er að kvarta yfir því að það er einokun á koltvísýringsmarkaði, hvað gera þeir? Settu næstu glæður á. Þeir nota koltvísýringin og þeir setja hann inn í gróðurhúsin hjá sér. Þeir auka koltvísýringsmagn í gróðurhúsunum. Af hverju? Plönturnar vaxa betur, þær verða stærri, þær fá meiri næringu, ávextirnir verða betri, tómarnarnir þroskaðri og gúrkurnar betri og stærri. Plönturnar nefnilega nota koldíoxíð. Hver bjóð þetta svona til? Hver gerði að verkum að koldíoxíðið er nauðsynlegt öllum plöntum og það sem þú andar frá þér hafðu bara nóga blómum í kringu þig, þau græða. Því að hvað gera síðan plönturnar? Bæði vaxa betur, stækka og gefa frá sér súrefni. Vissuðu þetta? Af hverju er verið að segja okkur að plönturnar eru hættar að virka? Af hverju er verið að segja okkur í gegnum pólitíkina að þú þarft að borga skatta og það er loftslagsvá vegna þess að við eyðum á miklu og náttúran hætt að virka? Frá upphafi sköpunarinnar hefur þetta allt saman virkað svo vel að við erum ennþá með nægt súrefni til þess að anda. Við erum ennþá með koldíoxíð til þess að skaffa plöntunum og þetta er ennþá í svo góðu jafnvægi að við þurfum ekki að eyðileggja mólendi til þess að koma öllu í gang. Guð er búinn að sjá málin. Megum við treysta þessu? Þetta er það sem bara Biblían segir. Og við erum með þessa gömlu fornu bók. Við erum með sögurnar frá því fyrir 2000 fyrir Krist. Jafnvel 3000 og við erum með þessar sögur sem eiga virkilega erindi til okkar í dag. Er pólitíkin að fara í ykkar villigötur?
eru stjórnmálin að eyðileggja fyrir okkur. Sjáum við hvernig þau eru að bregðast vegna þess að það búið að nánast taka kristna trúna í burtu. Það búið að fjarlægja Guðs orðið í burtu. Núna í nokkur ár hafa Gídeon menn eða menn trúarinnar ekki fengið að gefa Biblíunni eða Nýja testamentið í barnaskólana. Þeim er bara útilokað. Og það var þannig fyrir nokkrum árum þegar ég var búsettur á Akureyri að þá voru Gídeon menn sem að gáfu Biblíuna til skólabarnanna. Þeir voru með þing og þeir buðu okkur í mat, forstöðumönnum og prestum og við komum þetta til þeirra í mat og sátum í safnaðarheimili Akureyrarkirkju og ég leiti yfir hópinn, ég þekkti það nánast alla. Þetta var hámenntaðir menn. Þarna var doktor í eðlisfræði, það var doktor í líffræði, það var doktor í læknisfræði, það var doktor í hjúkrun, það var doktor í hagfræði, þarna var prófessor í lyfjafræði. Þetta var ekki einhver auðlaðar, þetta var hámenntað fólk. Og veitir hvað skólinn sagði við þetta hámenntaða fólk? Doktorar í öllu þessum greinum? Nei, við viljum ekki fá okkur inn í skólana. Við viljum ekki að þið gefið Biblíuna, Nýja testamentið. Þetta voru allt sama fólk sem hafði fest trú sína og von á það sem orð Guðs sagði. Það lætur ekki mata sig á einhverjum tómum heimskulegum upplýsingum sem við vitum að Guð er búinn að setja lögmál sín í tilveruna til þess að við áttum okkur á að gróðurinn sér koldíoxíð áhrifin. Hann þarf á því að halda. Og mér er þetta alveg stórmerkilegt að við getum alveg hiklaust talað að þetta er bara okkur til viðvörunar að við gætum að því hvað okkur er falið í hendur. Og það er næsta glæra að segja með. Að enginn búi yfir vondu vantrúar hjarta. Er hægt að hafa gott vantrúar hjarta? Ekki segi það. En þetta tekið svona fram, enginn ykkar búi yfir vondu vantrúar hjarta. Og þetta vantrúar hjarta er fyrst og fremst hjarta sem dregur þetta orð í efa. Ef orðið fær að hljóma og þú ferð að kynna þér orðið, þá ferð það í hugaðinn og hjarta og þú verður með skoðanirnar eins og orðið segir. Það elskar Guð. Hann elskar einmitt að vera með því þannig að þú þekkir orð hans, þú þekkir vilja hans og kjarnin í orðinu verði hans. Allt þeir sem eru með vont vantrúarhjarta, það er sagt að þeir falla frá lifanda Guði, ég er að vísa til Hebreabréfi 3:12, áminnið heldur hver annan, hver dag á meðan enn heitir í dag, til þess að enginn yðar forherðist að táli syndarinnar, því að við erum orðnir hluttakar Krists, svo framanlega sé við höldum staðfastlega allt til enda trausti voru, eins og það var frá upphafi. Trúum við á skaparann sem sagði, og Guð sá, og það var gott. Þetta er einkenni á sköpunarsögunni. Og Guð talaði, og Guð sá, og það var gott. Enn í dag getum við sagt, náttúran, hún er mjög góð. Þetta er frábært tæki til að hreinsa andrúmsloftið, til að gefa því súrefni. Og ef við fáum að treysta því hvað Guð hefur sagt, þá vitum við að Guð er búinn að búa til vél náttúrunnar sem frelsar okkur frá ofmikilli hlýnun. Hann mun sjá til þess að við fáum að njóta verksins. Það eina sem getur skapað erfiðleika og þjáningar og þrautir, vitið hvað það er? Það er synd. Það er vandinn okkar. Því að synd, hún breytir sköpuninni. Og synd gerir það verkum að Guð, hann dregur sig til hlés. Hann jafnvel fjarlægist þá sem að hafa syndgað. Við þurfum einmitt á nærveru hans að halda. Eru ekki sammála því? Án afláts villast þeir í hjörtum sínu, segir hann. Hebreabréfið 3:10. Hvar er hið nýja vonaríki? Hver er vonin sem við eigum? Án afláts villast þeir í hjörtum sínum
Og ég ætla bara að enda með þessari merkjulegu glæru sem að ég ætla að setja upp, vegna þess að við erum glíma við það sem var kallað fyrirmyndaríki. Það gerðist bara upp úr 1900. Þá voru menn að búa til kenningar að þeir þyrftu helst að vera með kommunisma allstaðar. Og kommunismin tók völdin í Sovétríkjunum. Það var hvert ríki að fætur öðru sem var kúað og þurfti að taka við kommunismanum. Og allstaðar sem kommunismin kom, það var tvennt sem gerist. Meira ofbeldi, kristnin, hún þurfti að víkja og svo voru alltaf múrar sem voru byggðir. Og þessi mynd sem að fylgir þessari glæru, hún tekin á tímariti sem fjallar ástandið sem var í Berlín. Berlín sem var fyrirmynda sósíalista ríki, hvað gerðist þar? Þeir lokuðu alla inni. Nei, það misskilningur sko. Það var til þess að halda öllum hinum fyrir utan. Svona segja þeir. En það voru allsstaðar múrar sem kom upp. Pólitíska stefnan, hún var líka nasismi. Og hvað gerðu þeir? Þá fengi ekki allir að vera til. Þetta var ekki vinarbragð gagnvart gyðingum. Hvað gerðu þeir gagnvart orði Guðs? Hvað gerði Hitler gagnvart orði Guðs? Hann lét þýða Biblíuna yfir á nasíska heimspeki eða hugmyndafræði. Hún til. Já, hún til. Hvað gera Kínverjar í dag? Stærsta kommunítaríki veraldar. Þeir að taka Biblíuna, þýðana að hætti kommunista. Þeir að skaffa Kínverjum Biblíuna með hugmyndafræði kommunista. Og vitið hvað kommunistarnir hafa sagt um Jesúm Krist? Hver var fyrsti kommunistinn? Hafa ekki heyrt að það verið Jesús? Hvað sögðu hipparnir? Fyrsti hippinn var það ekki Jesús? Það vilja allir eiga hlutdeild í honum, en viljum við leyfa honum eiga hlutdeild í okkur? Viljum við snúa málunum við? Ég Krist. Ég vil eiga þennan anda djörfungar. Ég vil eiga þessa von. Nú stöndum við frammi fyrir enn meira, enn stærri spurningu. Það eru horfur á því, árið 2030, þá ætlaði að stokka upp kerfinu í heiminum. Þá taka burtu íslensku krónuna, það er allt í lagi. Við getum notað dollarana, nei þá líka taka það burtu. Það var búið til eitt hagkerfi. Og hagkerfið er þannig, þú munt ekkert eiga. Það verður að gera stærstu eigna upptöku tilverunar. Þetta fylgdi kommunismannum þegar hann tók yfir í Sovétríkjunum. Þá voru allir bændur gerðir eignalausir. Við stöndum frammi fyrir alheimsvæðingu kommunismans sem á að vera komin í gegn 2030. Hver bjó til eignaréttin? Var ekki Guð sem sagði, þú skalt ekki girnast neitt það sem náunginn þinn á. Af hverju pólitík og stjórnmálastefna komin þannig upp í dag að það verður að girnast allt sem þú átt. Þeir ætla að sjá þér farborða, þú fær vinnu hjá þeim, þeir ætla að leggja fyrir bara matinn sem þú átt að borða, þú átt ekki að eiga þitt heimili eða hús, þeir skaffa þér bara hús og heimili og híbýli og þú verður bara stundum í vinnu og stundum ekki, en þú þarft ekki að óttast, þú bara ert heima og ert í þinni tómhyggju. Stjórnendurnir, þeir sem ætla að hirða af þér allt, þeir sem ætla að ráða. Það talaði eins og Klaus Schwab. Þetta talaði þá sem að hittast í Davos í Sviss. Þetta eru mennirnir, ríku mennirnir sem eru með klærna sína núna allstaðar. Þetta er þá sem á Microsoft og fleiri og fleiri. Þetta er allt saman ríka fólkið í heiminum sem er að búa til kerfi þar sem þau ráða en þú verður bara lítið hjól í lítilli vél. Hafði Guð hugsað þetta? Var þetta tilgangur með sköpuninni? Að við myndum þjóna einhverjum öðrum, að við yrðum þrælar að nýju. Það sem að Jesús gerði við Egyptaland, eða Guð gerði við Egyptaland, að frelsa Ísraelsmenn úr þrælahúsi, það vil hann endadag í dag gefa þér. Að hann frelsi okkur úr þrælahúsi syndarinnar.
Hann vil setja þig inn í þann stað að þú takir mark á þessu lífanda heilaga orði og það megi hljóma í þínum huga vegna þess að sú stund að koma að Jesús Kristur leyfir ekki öllu meir þessum vitnisgangi að viðhaldast. Hann ætlar að koma í mætti, í veldi og í mikilli dýrð. Hann ætlar að koma á skýjum himins og hann mun koma til þess að setjast að og taka við völdum hér á þessari jörð. Þá fyrst verður friður í heiminum, öðruvísi ekki. En hann kom til þess að við eignumst frið, við yrðum hans hús, við eigum þá djörfung sem hann hefur og hann vill gera sig dýrlegan í þér og mér. Amen. Ég ætla að enda mína ræðu núna svona, en ég vil fá að biðja með þér og ég vil endilega að þú takir með mér þátt í bæninni. Þú biðjir líka fyrir því að þú verður hluti af hans ríki. Hann verður aðal maðurinn, aðal gæinn hjá þér, því að Jesús Kristur bæði Guð og maður, og við skulum ekkert gleyma því. En við biðjum saman. Jesús, við þökkum fyrir þína miskunn og náð og við þökkum elskaði Herra fyrir þá djörfung sem þú hefur gefið okkur í heilugum anda að við höfum predikað þitt orð og talað þitt orð og við höfum opinbera tíðar andan elskaði Herra sem komin út af. Og hann að boða allt annað heldur en þína náð og þitt ráð. Drottin, við byggjum fyrir ráðherrum á Íslandi að augu þeirra ljúkist upp, drottin minn, fyrir því að þeir að fara villur vega. Þeir að fara móti sköpunarverki þínu og orði þínu. Þeir hættir að treysta því að þú hefur skapað og það var allt gott sem þú gerðir. Drottin, svo lagði þú lífið í sölutna fyrir okkur. Þú borgaði fyrir syndir okkar. En hvað gerum við? Við erum ekki tilbúin til þess einmitt að vingast í þig. En ég bið þig, elskaði Herra, að við fáum að vera þeir þjónar í auðmýkt sem tökum við því sem þú hefur gert og við segjum drottinn minn og Guð minn. Fyrirgefðu mig syndi mínar, fyrirgefðu mig verk mín, fyrirgefðu mér að ég sé svona guðvana og guðlaus í mínum heimi. Ég á að vera þér til vitnis og ég þarf á þínum heilaga anda að halda að því ég skapað sem þitt hús heilags anda. Í Jesú nafni. Amen. Amen. Og náð Guðs veri með ykkur og yfir ykkur, kæru vinir, og bless ykkur ríkulega. Svo tekur Kitty við og segir ykkur rosalega gott núna. Þetta með álit mamma, þetta var gott orð hjá honum. Mér er alveg sama hvað hver segir, að ég er alveg sammála bróður mínum, það sem hann vil tala hér í dag. Eitt kór sem ég langar við endum á og bara svona gefa Guði dýrðina, það er eldgamalt kór sem er svona ég tilbið þig og ég vil reisa þér hásæti. Og mér finnst það vera svo bara mikilvægt á þessum tímum að við reisum honum hásæti. Og stundum verður maður svona, ruglaður á öllu því. Ég veit ekki með þig, ég stundum verður voðalega pirraður á öllum þeim sem að senda mér svona skilaboð á Messenger. Mikið að ég bara hluti sem að mér langar ekkert að fá og stundum það pirrar mig, það er gramur, en það er hann sem við þurfum að gefa Guð. Og við skulum syngja hana góður. Ég tilbið þig og við skulum enda stundin á að tilbiðja hann sem allt hefur gert. Ég tilbið þig, ég tilbið þig, ég tilbið þig, ó Guð. Ég elska þig, ég elska þig, ég elska þig, ó Guð.
vil reisa þér hásæti með lofsöng mínum og Guð. Ég vil reisa þér hásæti. Ég vil reisa þér hásæti með lofsöng mínum og Guð. Ég vil reisa þér hásæti með lofsöng mínum og Guð. Ég vil reisa þér hásæti með lofsöng mínum og Guð. Ég vil reisa þér hásæti með lofsöng mínum og Guð. Ég vil reisa þér hásæti með lofsöng mínum og Guð. Ég vil reisa þér hásæti með lofsöng mínum og Guð. Með lofsöng mínum og Guð. Amen. Takk Jesús. Sem bara takk Jesús. Þitt er ríkið, þinn er mátturinn, þín er dýrðin að eilífu. Amen. Amen. Drottinn blessi ykkur elsku systkin og takk fyrir í dag. Það er frábær súpa uppi.